og velkomnir í leiðina karlmennsku. En þessi þáttur ætlum við að tala það enginn að koma að bjarga þér. Og flesti menn eru alltaf bara í biðstöðu. Og það sem skeiði hjá mér þessi 2 vikum, þetta segja eitthvað frá mér. Ekki mikið búin að gerast, bara að vinna og vera hérna með þér, sem staðislegt og rosa gaman. En einn strákur var að þakka mig fyrir, sem ég búin að vera í sambandi við, búin að eiga erfitt, bara svona pínu svona áttavæltur. En hann rosa ánægður. Og því að einn þátturinn sem ég tala það sem ég að tala hvernig lætur fólk ekki skamma. Í þeim þætti ég líka að tala hvernig þú biðst afsökunar. Og hann á pappa sem hefur aldrei beðið honum afsökunar á einu en einu. Og þessi strákur átti til með að missa stjórn á sér og reyna að halda kontról á reiðinni sinni. En þessi þáttur hjálpaði hann svolítið að læra það að ef þú missir stjórn á skapinu, þá missir þú virðingu. En ef þú biðst fyrirgefningar á hvernig þín hegðun var og segir kannski, þú áttir þetta ekki skilið frá mér, þá færðu virðingunum tilbaka. Þannig að hann bað pappa sinn afsökunar og það var fyrsta skipti sem pappas bað afsökunar tilbaka. Það var líka ekki verið að kannski sinna sínu hlutverki. Og hann var að segja mig frá því. Hann gerði mig geðglaðan og ánægðan og stoltan og bara að fá þetta moment með föður sínum. Þannig að það var svona momenti í minni viku, mínu senstu 2 vikum. En þættin munur alltaf koma út 2 vikna fresti. Þannig að ef þið eintið á follow þá fáið alltaf held ég notification þegar það kemur út. Það var gaman að gera þetta live, að hafa eitthvað svona í salnum, að spurja, heyra hvað ykkur finnst og fá spurningar og eitthvað svoleiðis. En þá byrjum við. Flestir menn lifa lífinu eins og það eitthvað að fara að koma, það eitthvað að fara að gerast. Þeir eru alltaf í biðstöðu, alltaf að bíða. Eins og það sé eitthvað punktur, eitthvað atburðarás í framtíðinni sem mun bara smella og koma. Eitthvað sem mun bara gerast á sjálfum sér. Bara eins og þeir verða þá bara tilbúnir eða öryggið kemur. Eða að þeir verða bara nóg, líða eins og þeir séu nóg. Eða tækifærin bara koma til þeirra. En sannleika satt, enginn mun koma og bjarga þér og enginn mun koma til þín og segja að þú sér tilbúinn. Og enginn mun koma með tækifærin til þín. Og það var svo gott að vera meðvættar þetta að því þá getur þú tekið skarið. Að því mörg ár var ég alltaf að bíða þegar ég voru 30 þá koma peningarnir. Svo eru 30 og þeir komu ekki. Þannig að það enginn sem að fara að koma að bjarga þér. Það enginn að fara að koma að hjálpa þér. Það til fullt af úrræðum sem geta hjálpa þér, en þú þarft alltaf að hjálpa sjálfu þér. Við viljum ekki lifa í þessu biðstöðu sem margir menn lifa í. Þetta sannleikurinn sem flesti menn forðast og horfast í augu við. Þeir vilja bara halda það eða halda í trúna eitthvað mun gerist í framtíðinni. Það hlutin mun bara magical, bara appear og bara lagast. En sú hugsun það sem heldur okkur föstum, eða heldur þessum mönnum föstum. En af hverju eru við þá alltaf í einhverja svona biðstöðu? Þegar samfélagið og skólinn búin að kenna okkur að vera í biðstöðu. Þú þarft að rétta upp hönd til þess að spyrja spurningu. Þú þarft að biðja leyfi til þess að fara á klóstið. Þú þarft að bíða eftir að verkefnin sett á þig. Þú þarft að bíða eftir eitthvað annað gerir verkefnin sem þú átt að gera. Svo fyrir við á vinnumarkaðinn. Það þarf eitthvað að segja hvað verkefni átt að gera. Það eitthvað að benda á hvað eru verkefni dagsins. Segja fyrir, þetta svo átt að gera, þetta svo átt ekki að gera. Og svona átt að gera þetta, ekki gera þetta svona. Þannig að umhverfið sem við lifum í búin að þjálfa okkur í að vera í biðstöðu, að ekki vera leiðtogi og að bíða eftir leyfi og bíða eftir að fá samþykki frá öðrum hvað við megum og hvað megum ekki að gera. Að vera góður drengur, bíða eftir að fá leiðbeiningar, bíða eftir að okkur sagt hvað við höfum að gera. Þegar þú lærir eingöngu að hlýða, þá lærir þú ekki hvernig þú átt að stjórna sjálfu þér. En af hverju? Af því að þegar þú lærir að stjórna sjálfu þér, verða leiðtogi, fara þína leið, setja upp mörk og gildi, þá ertu hættulegur. Ég ekki að meina hættulegur að maður sem gerir öðrum til skaða. Ég ekki að tala hættulegur að vera vondur að gera vonda hluti. Ég að tala hættulegur fyrir þá sem vilja halda þér litlum, mjúkum og þægilegum. Af því það létt að stjórna þannig mönnum og með þessu fólki. Og þegar þú verður hættulegur í þessum skilningi, þá ertu hvað? Frjáls. Þú ert ekki háður samþykki. Þú ert ekki stjórnaður að hræðslu eða ótta. Það ekki hægt að kúga þig. Það ekki hægt að nota sektarkennda þig. Þú maður sem hugsa sjálfstætt. Þú maður sem talar sannleikann sinn
og þegar aðrir ná ekki að stjórna þér, segja þér til og þegar heimurinn getur ekki ákveðið hvernig þú átt að hugsa, klæða þig, haga þér, þá verður þau hættulegur af því þá getur hann ekki stjórna þér. Enginn kenndi þér að taka stjórnina af því fólk finnst það bara að vera hættuleg menn. En maður sem hefur sína eigin stefnu, eigin markmið og nær í markmiði sín og býr til lífi sem hann vil er hættulegur að það er ekki hægt að stjórna honum. En hann gerir líka á góðan máta, hann er ekki gert það til þess að skaða aðra, til þess að vera vondur. Ef þú ert hættulegur, þá ertu frjáls. Og þegar ég meina með hættulegur, ég ætla bara að koma skýrt fram að þú verður ófyrirsjáanlegur fyrir kerfið og í fólki í kringu þig. Það er ekki lengur auðvelt að stjórna þér, þú ert ekki lengur háður samþykki, peningum, virðingu frá öðrum. Þú ert tilbúin að segja nei, setja mörk og velja þína leið. Þú ert ekki lengur fastur í biðstöðu, þú ert ekki fórnarlambið, þú þarft ekki að fá leyfi til þess að lifa eins og þú vilt lifa. Hversu oft hefur þú sagt, ég ætla að gera þetta seinna, þegar ég er tilbúin, þegar ég hef meira sjálfstraust, þegar ég er meira örugur, þegar ég er búin að læra meira, þegar ég er búin að lesa mig meira til, ég er búin að æfa mig aðeins betur, eins og ég heyri ofta menn alltaf aðeins að létta sig á hann að byrja í ræktinni, þeim finnst þau kannski ófeitir og ég ætla aðeins að reyna að granna mig áður en ég byrja í ræktinni, sem bara meikar ekki sens. Það sem heldur föstum er ekki skortur á einhverju hæfni eða meiri upplýsingum eða kunnáttu eða einhvað í lífinu. Þetta er hræðsla við að mistakast. Þetta er hræðsla við höfnun. Þetta er hræðsla við að standa einn. Þetta sem skilgreinir muninn á stráki og manni. Strákurinn er alltaf að bíða eftir leyfi, einhvers staðar frá. Maður fer og tekur action. Maður fer í verkin og gerir þau. Maður sem tala að stofna fyrirtæki, byrja með podcast, en gera það aldrei. Hann er bara að bíða eftir leyfi. Leyfi eitthvað segja honum að hann ætti að gera það. Leyfi eftir að eitthvað hefur trú á honum. Leyfi að þetta sé góð hugmynd. En leyfið kemur aldrei. Leyfið þarf að koma frá okkur sjálfum. Það kemur aldrei sá dagur sem eitthvað segir, núna máttu byrja, núna máttu vera maður, núna máttu taka stjórnina. Núna máttu vera leiðtogi. Leiðtogar eru menn sem stíga í hlutverkin að vera leiðtogi. Þú að fara að segja við sjálfa þig, horfa sjálfa þig í spegil og segja við sjálfu, ég er maðurinn sem tek ákvarðanir. Ég er maðurinn sem hefur stefnu í lífinu. Ég er maðurinn sem þarf ekki leyfi. Ég er maðurinn sem mun stíga fram þegar aðrir stíga niður. Og þessi ákvörðun að ákveða að ég ætla ekki lengur að vera í einhverju biðstöðu eða gera það sem aðrir vilja ég geri eða bara bíða eftir eitthvað annað að segja mig hvað er í lagi og hvað ég má gera, að þá nær að byggja upp lífið þitt. Þá hættir þú að bíða eftir einhverju björgun sem er aldrei að fara að koma og þú byrjar að byggja lífið þitt eins og þú vilt það. Þegar þú hættir að leita eftir einhverjum sem leiðtoga verður þú hann sjálfur. Ég man mjög skýrt eftir þeirra mómenti þar sem ég er mikið búin að hlusta bækur og horfa aðra fyrirlesara og svona mentor og var alltaf að hlusta þá og reyna svona leið bara eins og þeir voru með svörin fyrir mig. Ef ég geti bara hitt þennan leiðtoga, þennan motivation speaker, þá geti ég bara tala við hann, sagt mín vandamál og þá geti hann sagt við mig hvað ég get gert til þess að redda mér. En þá bara allir fatta ég eitt, bara shit. Ég er að horfa á alla þessa menn og þeir sem er svörin. Það fyrir bara að horfa á sjálfa mig, byrði herru. Ég er kannski með svörin við mínum eigin vandamálum. Þannig ég tók bara þessa meðvönda ákvörðun að bara ég ætla að vera minn eigin leiðtogi. Ég ætla að finna út úr mín eigin vandamálum, mín eigin hömlunum, hvað ég þarf að gera og treysta á mín svör fyrir mig. Að vera með meiri ábyrgð í lífinu er ekki byrðir, það er kraftur. Þú fær kraft gegnum það. Þú byrjar að sjá sjálfa allt öðruvísi. Þú hættir að sjá sjálfa þig sem fórnarlamb. Það kemur aldrei sá dagur þar sem þú vaknar og allt er bara klappað og klárt. Allt bara komið, allt bara vandamáli búin að leysast. Þú verður að fara að gefa þér leyfi, segja við sjálfa þig, gefa sjálfu þér leyfi til að tala sannleikann, til að standa með sjálfu þér og öðrum, til að mistakast og halda áfram. Og þegar þú tekur þessa ákvörðun, gerist eitthvað innra með þér. Þú hættir að lifa í stráknum, vera strákur og byrjar að vera maður. Það mun enginn halda í henduna þér gegnum myrkrið. Þú verður að fara gegnum það sjálfur. Og það er það sem gerir það manni. Og maður sem getur gert það er hættulegur maður. Af því myrkrið getur ekki stoppað hann. Menn sem geta staðið fyrir sjálfum sér, leitt aðra og ekki stjórnast af fólki í kringum þá út af því þeir að leita þessi samþykki eða vilja pening
eða vilja fá viðurkenningu frá einhver öðrum eða virðingu frá einhver öðrum, það eru hættulega menn, ekki að því að þeir eru vondir eða geta gert eitthvað illt, alls ekki, það að þeir geta farið sína eigin leiðir. Fólki sem að halda svona mönnum niðri, skilur við, það er ekki vont fólk, það er ekki að gera neitt slæmt, við bara læriðum ekkert annað. Það vilja halda mönnum mjúkum, rólugum, menn sem bara hlusta og fara eftir skipunum frá öðrum, fara eftir tilmælum öðrum, skilur við, að því fólk vil bara hafa meiri stjórn í kringu sig. Ekki að það er vont fólk, bara eðlilegt, sem að þú ert að fara að flytja, hjálpa vininum að flytja. Þeir eru 5 strákar sem fara að hjálpa vini þínum að flytja. Og gæinn sem á íbúðina sem er að flytja, hann er ekki á svæðinu. Þannig að þeir eru 4. Flestir bíða eftir leyfi frá öðrum hvað þeir að gera. Standa allir hring og bara hvað þeir að gera, eigum við að byrja. Þeir eru að bíða eftir einhver einn maður stendur upp, verður leiðtoginn. Það þorir enginn að taka stjórnina. Það hefur búin að vera þjálfar í því að bara bíða eftir að einhver segir okkur hvað þeim að gera. Þetta er svo mikið innbyggt í okkur að vera í þessari biðstöðu að segjum að ég og þú og bara 2 aðrir, við erum bara einhver félagar og við förum eitthvað út á land og það er foss og við viljum hoppa hana niður. Það þorir enginn að hoppa hana niður. En ef hinir strákanir og þú, segjum bara þér langar til að hoppa hana fram af en þú þorir ekki. En hinir strákanir bara segja, jú, gjör svo vel maður, hoppaða maður, þetta verður geggjað. Og svona er að peppa það í það, þau eru líka á saman tíma að gefa þér leyfi til þess að gera það. Að þegar þú verður einnana, þá myndir kannski ekki þora þig, og þá myndir kannski ekki gera það. Kannski ef þú verður einn, þú myndir ekki eins og stoppa bílinn til þess að fara upp á fossinn til þess að hoppa fram að. En ef þú séu kannski 5 í bíl og einn segir, jú, stoppum, kíkjum hana, þá er búin að gefa þér leyfi til þess að leyfa að fara ángað. Make þetta sense. Þetta gerist oft með félagum mínum og við erum kannski einhverstaðar þegar ég var yngri, 22 og við erum kannski 3 strákar einhverstaðar og fá okkur að borða eitthvað og sætt stelpa hana að þorra ekkert að fara ángað, þorra ekkert að tala við hana en leið maður að segja bara, jú maður, gauður, þú mátt alveg fara að tala við hana, skilju, farðu bara að tala við hana og segja bara hæ, þú ert bara að fara að segja hæ og þá allir fékk að leyfi frá okkur öðrum til þess að fara og þá þorði hann því frekar og þannig erum við alltaf að bíða eftir leyfi frá öðrum og menn bíða ekki eftir leyfi. Þeir vaða í hlutina og þegar ég tala að vaða þá er ekki að tala að ekki hugsa, ekki pæla og bara eitthvað, ég ætla bara að vaða í hlutina menn kannski hugsa þetta aðeins út, pæla aðeins í hlutunum en þeir gera þetta samt og þegar þú hættir í þessari biðstöðu þá verður meira frjáls og ég ætla að gefa þér leyfi fyrir að setja þig í fyrsta sæti og fara að hugsa þig og gera hlutina sem þér langar að gera fyrir þig og það er ekki að vera sjálfsælskur það er bara að setja sig í fyrsta sæti að því maður vil koma sér á þeim stað þannig að maður hefur meira til þess að gefa en maður hefur ekki til þess að gefa hvernig getur maður þá ekki gefið meira en við erum búin að þjálfa að við höfum bara gefa og ekki hugsa okkur, ekki pæli okkur við erum með þessi það miklu biðstöðu að við erum að bíða eftir nenninu við sitjum heim með okkur upp í sófa, eigum að gera eitthvað viljum gera eitthvað nennum ekki eins og að hanga upp í sófa en við nennum ekki gera neitt og við heldum að bara nenni kemur heim til okkar bankar hjá okkur og segir nennið er komið, núna erum við að fara að gera eitthvað nennið er ekkert að fara að koma og alltaf að bíða restan af lífinu eftir nenninu til þess að fara að gera það sem þú vilt gera eða bara fara og gera og af hverju erum við í þessari biðstöðu að við erum hræddir, við erum óöruggir þorum ekki gera þetta þegar við heldum að við fáum ekki samþykki eða við viljum frekar fá viðurkenningu hjá okkur öðrum og þess vegna gerum við það ekki eins og menn sem verða forsetar eins og Donald Trump eða einhver, það skiptir ekki máli allir sem eru í einhverjum svona stöðu hvort sem þessi forseti eða forstjóri eða yfirmaður eða vaktmaður sem lenda að vera bara settir í þessa stöðu en mjög sjaldan en oft er þetta menn sem voru búin að ákveða ég ætla að vera yfirmaður og svo fyrir hann að vinna sig í fyrirtækinu sem bara venjulegur starfsmaður en er að vinna sig að því að vera yfirmaður hann setti sig í þessa stöðu sjálfur að hann var ekki beðið um leyfi eða bíða eftir eitthvað annar mun gefa honum þessi tækifæri sama eins og ég með þetta podcast og ég er að reyna að bíða eftir að fá leyfi frá okkur öðrum til þess að geta fara á podcast hjá þeim til þess að tala um þessa hluti nei ég bý bara til tækifærin sjálfur sama sem að þú ætlar að flytja inn einhver vöru þú vilt búið til fyrirtæki og ég ætla að kaupa þessa vöru og reyna að koma inn í búðir til þess að selja og ætla búðin að segja nei ok, þá get ég ekki gert þetta ætla að biðja um leyfi frá búðin hvort þú mátt selja vöruna þú getur búið til heimasíðu, netverslun þú getur keypt vöruna og labbaði húsin og byrja að selja en við erum bara svo fastir og það er búið að prógrama okkur svo mikið að vera í þessari biðstöðu
og núna ætla að segja við að þú þarft ekki lengur að vera í þessar biðstöðu og ég segja þér að fara að gera hlutinu sem þú ert búin að vera að hangsa með eða svo býða eftir nenninu, býða eftir motivationið. Veistu hvað motivation er? Motivation er að gera þegar þú nennir ekki að gera, það er motivationið. Motivation er ekki að gera þegar þú langar að gera eða þú ert með orkunum til þess. Motivation kemur ekki og bankar á hurðina þér. Þú býrð það til. Þannig að verkefni hjá þér, áskorun þín, er að vera meðvitaður þetta. Fylgjast með hjá sjálfur þegar þú stoppar sjálfa þig að þú ert að biðja leyfi. Ertu með viniðinum, ertu að biðja leyfi hvort þú mátt tala eitthvað hlut, eða kaupa eitthvað, eða fara eitthvað, eða ætlar að gera eitthvað, eða í vinnunni, ætlar bara alltaf að bíða eftir að einhver segir hvað þú átt að gera í vinnunni, eða ætlar að búa til verkefnin, og þú ert búin að búa til verkefni og það er engin önnur verkefni, getur samt fundið eitthvað annað að gera, getur að fara að skipuleggja, þrífa, taka til, finna eitthvað leiði til þess að spara pening fyrir fyrirtækið, eða ætlar bara að setja og bíða þannig að yfirmaðurinn kemur og segir þetta er það sem þú átt að gera í dag, ekki bíða eftir leyfi, vertu leyfið, gefðu sjálfum þér leyfi. Þegar ég fattaði þetta, þá byrja hlutin að gerast rosalega mikið fyrir mig. Þá byrja allt bara að koma til mín og allt gekk miklu betur. Enda er ég ekki að bíða eftir leyfi frá einum en einum. Og það er líka allt í góðu. Þannig að já, þá var alveg þessi þáttu kominn og ég segi bara takk fyrir að hlusta. Og þið getur fylgst með mér á TikTok, Instagram, Pálmi Þór K, hendi follow ef viljið. Þannig að já, munið bara að læka þáttinn. Þannig að takk fyrir mig og við sjáumst það næstu viku.